Be sure to like and subscribe. Lucky subscribers can win boxes and cards. Já, nú ætlum við að taka Topps Chrome Bundesliga 21-22 hobbybox. Við höfum vandað svona box áður. Já, meiri sé að 2 ef ekki 3. Já, ég heldur sem var 2, ég heldur við tekið sitt hvort. Já. Og sko, þú varst að fá helviti góð hitt. Þú fyrst örugglega 7 númeruspjöldi eða eitthvað. Jú. Já, ég held að ég fikk 2. Já. Og svo fengum við náttúrulega sitt hvort átóið og þú veist, ég bara man ekki hvort að það hefði verið eitthvað. Jú, við fengum hann að vin minn, ég fekk vin minn úr Brentford, eða sem er í Brentford í dag. Já, Schade. Já, og ég fekk örugglega Lasse Gunther eða eitthvað. Já, sem þú fékkst líka í öðru bóksi aftur. Ég er búinn að fá hann 2 svo. En við ætlum náttúrulega að halda áfram bara að vera í keppni við annan, þannig að við opnum þetta box og skiptum pökkunum í tvennt. Já. Og hvað eru margir? Þetta eru 18 pakkar, það eru 9 mann og það eru 4 spjöld í pakka. Já. Þannig það er ekkert svo mörg spjöld með að þetta sé hobbybox, sko. Nei. Þannig að þú veist, já, ég hef ekki bara negli í þetta. Ég ætla að gera kröfu að þú byrjir núna, var það ekki þannig? Jú, ætlaðu að taka þetta í veiðimenn aftur eða hvernig viltu hafa þetta? Mér er alveg saman, við bara tökum sikkur á 9 pakkana. En veitu, þú, ég man nú ekki einu sinni. Ég ekki að byrja þetta bara. Byrjaði þú ekki? Jú, voru ekki afsanna með Haaland á þannig? Jú, við afsannuðum þetta Haaland. En það var á mörkunum samt, sko. Haaland var bestur, en... Mörkunum, ég held að það hefði ekki verið náttúrulega mörkunum. En við skulum, já, þú byrjar, já, því við eigum annað bóks hérna eftir. Okay. Og þá byrjar þú. Þannig ég byrjar núna og þú byrjar næst. Eigum við að draga það? Hvernig viltu hafa þetta? Já, ég vil bara taka hérna pakkan allir upp úr, setja það á borðið, rugglaði og draga. Veiðimann, bara eins og spilið, ég meina það er veiðimann. Það er ákveðin stemning í því. Já, vissulega. Þannig að við dreifum bara aðeins úr þessu. Eitthvað svona. Þetta eru 9, þannig við tökum 3. 3. Ok. Spennandi. 1, 2 og 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 og þá ert þú með þessa 3 þarna. Þetta er æsispennandi. Þetta er æsispennandi. En ég mani þetta eftir þegar við opnuðum þetta seinast. Þetta eru svo margir pakkar og þetta eru svona... Já, það er bara 4 spjöld í pakkanum, þannig að þetta er mikið plast. Já. En svona ef einhver vill nördast og skoða hérna líkur, þá skal ég fletta þessu hérna svona niður og það er þá bara hægt að íta pásu. Já. Base card parallel refractors 1/3. Já, ég var í út mynd. Það var svona. Já, þið getur bara að skoða þetta, ég ætla ekki að renna yfir þetta allt saman. Já, þú veist, þetta eru krómspjöld, þau eru þykk. Mér finnst þess að þessi pakki síðan, sko, þetta er náttúrulega orðið nokkur ára gamalt. Já. En ég finn það að þau eru ekki orðið svona bogin. Nei, maður hefur séð alveg hrikalega bogna pakka. Já, af því að það er eins og þau bogni bara með aldrinum. En ég byrja þetta bara. Það þýðir ekkert að vera eitthvað bara að spjalla og eitthvað. En þetta er alltaf þýska Bundesligan 21-22, þannig að það er náttúrulega ekkert endalaust hægt að spjalla það. En þau eru límd saman spilin. Herri, þetta er einhver rúki. Herri, já. Þetta er bara... Það er bara small. Já. En ok, virtist samt ekki verið mikill skaði. Nei, ég syns bara ekki neitt skaði. Svo, sko, það er svo erfitt að sjá hvað þetta er refractor greinlega hérna. Já, nefnilega ég man þegar við höfum opnað þetta áður. Átóðið bara kemur upp úr þurru af því að það er svo erfitt að spotta þetta. Já, það stendur hérna í hodninu refractor. Já. En þú veist, Brian Lasmi. Ok, þá vitum við það og Ricardo Pepi. Ok. En ef það eru svona först spjöld í öllum pökkunum, þá verður þetta nú ekkert rosalega skemmtilegt að rippa þetta, sko. Sjáum til. Kannski var það bara unlucky. Já. En þetta er alveg hættan við þetta þegar þetta situr upp í hilli í svona mörg ár. Herri, ég er bara strax komin í númeraði hérna. Já. Þetta er sárt. Já, þetta er allt það saman, sko. En mér líst ekkert á þetta, sko. Hanna, losnaði þetta. Ok.
Þeir sem hafa ekki þolinmæði í þetta, þeir verða bara að horfa á þetta á hraðspóli, sko. Þetta er ekki gott. Jæja. Christoph Baumgartner, Niklas Dortz. Ok. En þetta er ekki númerað. Nei, Jú, herðu, það er aftan. já. 185 af 399. Við höfum líka lent í smá rugli með sko númeraröðina Já. í þessu. Litirnir oft eru svona blekkjandi, Já. finnst manni. Maður heldur að eitthvað sé bara 50 og þá er það 350. Já. En þetta er alveg, þetta er ekki gott, þetta er alveg svona fast saman. Þetta er líka, þetta verður til þess að við verðum mjög lengi að opna þetta af því að maður vill ekki rífa þetta bara í sundur, sko. Nei, ef þú tekur andliti af Musiala eða Haaland eða eitthvað, það var ekki... Já, nákvæmlega, það væri ekki gott, sko. Leon Goretzka. Ok, þetta var ekki það fast saman. Lukas Höhler. Já, og svo þá maður alltaf að snúa þessu við. Timo Hubers. Og svo er einhver refraktor hérna. Danny Bloom. Einu, þú veist, maður sér valla að þetta sé refraktor, en það stendur alltaf síðan hér. Já. En Nema reyndar á svona pulsar-refraktor, þá stendur það ekki. sko, ég er nefnilega með ágjörð því að við vitum að það er eitt átó í kassanum. Já, ég Florian Wirtz sem við erum ánægð með. Já. Og hann er líka fremstur, þannig við erum ekki að skemma hann. Nei. Herri, þessi er ekki fyrir saman. Áhugavert. Philip Leinhart, rookie. En svo kemur eitthvað fast hérna. Ok. Max Kruse. Christoph Baumgartner. Ég var ekki fáið bara rétt á þann. Jú. Herri, þá setjum við hann hérna og við lifum bara Wirtz að vera hérna svo við séum nú með eitthvað í standinum. Hvað áttu niður marga? Herri, voru þetta ekki 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já, Ég að taka 3. taktu þér á. Nei, herri, ég var bara 5 eftir. Þetta bara fór. Þetta var 4. Þá tek ég 4. Þetta er bara 4. Það er bara 4, 4, 5, 5. Já. All right. Það er komið eitt númer að, það er það sem er komið. Þannig að átóðað er eftir. Ok. Já, ég skil hvað áttu við. Já, Outs. og þetta er eitthvað. Það gæti verið, þú veist, Florian Wirtz eða eitthvað, þannig að maður vill ekkert. Þetta er leiðilegt, sko. Þessi er ekki á góðum stað, þessi pakki, sko. Nei. Þannig að... Ok. Næst það líka alveg bara þvíltfastið. Er þetta alveg bara límt við allar hringin eða? Ég er næst í Nei, þetta. hana. Og... Ok. Niklas Dortz. Fegst þú hann ekki líka? Já, en ég var búinn að losa þetta aftast allavega. En hvað er það? Það snýr öfugt. Síten Serdimir. Rookie, allavega. Hann var rookie 21-22 og ég kannast ekki við nafnið. Nei, hann hefur kannski ekki farið lengra nema hann sé eitthvað í Bundesligunni, en hver veit, sko. Heroes of Tomorrow. Við látum hann fá stall. Sem insert. En það er spurning, sko, ég hef oft pælt í því, sko, hvort það sé geymsluaðferðin, en svo er ég líka pæli bara, þú veist, í framleiðslunni, hvort þið klúðri bara að það séu of heit. Það séu bara heit fyrir að fara í. Já. Svo snýr þetta náttúrulega allavega hana, sko. Snýr á kolvið hana og eitthvað. Já. Alfons Davies. Sydney Ræbægar. Já, þekki hann ekki. Nei. Nakati. Já. Nei. Er þetta ekki sami gæinn? Já. Síðan. Sem við höfum þetta? Já. Er þetta ekki refraktor? Já. Það er bara 2 hitt hérna. Já, sama gæðanum. Já. En, veistu, maður hefur ekki heyrt meira af honum svo fara, en eins og segi, ég ætla ekki að útiloka það. Kannski að því að við erum náttúrulega að horfa mikið á Bundesligunni á dagstælega. Nei, maður veit samt stæðstu nöfnin, sko. Já, basically hefur maður hort á bara tísklið í meistardeildinni, sko. Það er eiginlega þannig. Þannig, þessi er límdur, en ég sé að það er eitthvað öðruvísu á litin. Er þetta ekki bara grænt? Jú, geti vissulega verið það.
Þegar maður heyrir þetta hljóð þá líst manni ekkert á þetta sko. En hvað er þetta er bara svart. Það er svona fannst okkur þetta vera öðruvísi. Ok. En það er refraktor þarna aftast allavega. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott. En svona er leikurinn. Já, ef maður er að kaupa gamla pakka þá er þetta hættan. Ok, allan ekki átó. Nei. Ok, þetta gerir leikinn aðeins meira tens en venjulega. Já, ég er bara, þú veist, mér líður bara illa í hvert skipt sem ég heyri þetta hljóð, sko. Af því það gæti actually verið mjög verðmætt átó þarna og þá vill maður alls ekki skemma það, sko. Nei, eða bara mjög lágt númerað Já. spjald, sko. Það er líka að gera breykið ekkert rosalega skemmtilegt að, þú veist, þetta svona verður einhvern veginn bara. Já, af því að það er líka mjög erfitt eins og þessi. Já. Jose Gunter, minn maður. Þinn maður í rúki, herðu. Það er eitthvað þarna. Herðu. Golden Generation. Ok. Hún er sagt þar. Þetta er eitthvað, þetta er allan flott insert. Já, ég hef ekki séð. Jú, eða þú við veist, höfum jú, örugglega hefur fengið ekki fengið þetta áður. Tökum virtsarann niður bara. Já, base virtsarann. Já, Ok. þá ertu búin 4. Já, þá er ég búinn með 4. Þá heldur spennan áfram þar sem við erum hræddir að rústa spjöldunum þegar við opnum þau. Nákvæmlega. En ég ætla samt að leyfa okkur að segja, þau eru bein. Þau eru bein nefnilega, þótt þetta sé svona, þótt þetta sé áhættuatriði, bara hver einasti pakki sem maður opnar hérna, sko. Ok, byrja vel. Og þetta er ekki límt saman svona mikið allavega. Ó. Og það náttúrulega eitthvað annað aftast. Ég skil ekki af hverju við erum alltaf að snúa þessu hingað og þangað. Ok, byrju, hvað er þetta? Ok. Cansalario. Top 11. Ég er ekki viss að maður hefur séð þetta áður. Nei, ég er reyndar ekki alveg viss. Ok. Já, ég er hrifinn af þessu. Tökum síðan Já, félaga niður. svona. Já. Ekki allir hressir. Nei, finnst þér að koma verðið við krakkan okkar sem eru bara hérna úti, sitja bara heitir sófanum meðan papparnir eru að leika sér. Já. Ó. Holland, Ó, já, við höfum séð þennan áður í þessu bóksi, en að fá hann almennilegan væri svo geggjað, sko. Já, ég var búinn að glíma því, sko, að væri hana. Borna sósa. Þetta er svo, þú veist, þessi er alveg límdur saman, sko. Við skulum bara skoða hérna aftastæðina. Svo, jú, hana. Maður bara fær fyrir hjarta í hvað skiptir sem maður opnar þetta. Þetta er svakalegt. Ég ætla að geima Hollandin hérna. Það er líka flott mynd á hann. Já. Og nefnilega að fá þetta, þú getur fengið þetta í Auto og ég veit að þessi base Auto, hún er mikils virði, sko. Það er svoleiðis. Já. Ég gæti trúað því að Autoin væri bara jafnvel í þessum pakka. Hendo. Það er allan flottur litur á það. Já. Framöndan. Þetta var ekkert rosalega það saman. Þetta er nú ekki alveg nógu gott. Nei, Manuel Riemann. Já. Og Autoin virðist líka vera eitthvað smá funky, sko. Eða þú veist, limmi. Já. Ná, ég veit það ekki. Nei. En þú veist, fá Auto hjá markmanninum í bokkum númerað 199. Já. Þetta er ekki mega hit í Auto, sko. Nei, þetta er ekki neitt mega hit. En leikurinn er ekki búinn af því að það eru ennþá vissulega þótt að sé eitt Auto að þá er hægt að fá lág númeruðu spjöld með geggjum playerum.
Það var svolítið anti-climax. Já, sko, miðað við hérna klæmæktið sem búið að vera í mörgum öðrum breikum. Já, en eins og ég segi, þetta er lott og það er ekkert hægt að ætlast til þess að maður Vinni. vinni alltaf, sko. Það er bara alveg þannig. Og þetta er líka Bundesliga, þannig að þú veist, Ja, playerarnir sem eru high value eru mun farri. já, Alphonse Davies í einhverjum hérna 199. Já, út að raði númeru, Já. reyndar í hérna hærri tölunum, Já. en ég meina, En síðasti pakki minn, það væri nú gaman að þú fengi nú eitt lágt númeraðan virts. Það væri gaman, sko. Virts, Haaland, Það er annar hérna sítan, Sestimír. Já, ok. Það er eitthvað góld hérna samt, aftast. ok, Andri Silva. en Goldmanstu hefur stundum feikað okkur í þessu. Já, þetta er líka, þetta er svona. Þetta er bara þessi Golden Generation insert sem Já. við fengum hérna. Julian Green. Herðu, ok. Þá verðum við að tjekka í hérna seinasta kvarter, Já. en átóið er komið. Já, það er komin átó og það er komin 2 númeruð og vísu var átóið númerað líka. Já, en yfirleitt, ég hef oft fundist það ekki telja með. Nei, ég Sjá topp. mann nú reyndar ekki hvað eiga að vera mörg á númeruð en þú veist, eins og ég segi, þú veist örugglega 7 þarna einhvern tíðan úr þessu saman boxi. Það er þessi er ekki fastur Hann er ekkert fyrir saman. Já, ok. Nico Slotterbeck. Já, insert. Er það númerað? Nei. Nei. Eins og maður segir, base insert. Já. Alltaf þegar ég sé hennar lit, þá er ég að leita af Já. Haaland og Bellingham. Já, ég veit það. Ég veit það. Fengum einn Haaland, en hann var því miður ekki númeraður. Þessi hérna, já. Já, nákvæmlega. En það er þetta ekki annað Golden? Já. Emil Forsberg Já. fyrir Leipzig. Ok, 3 pakkar eftir. þetta kemur eitthvað í seinustu tveim. Ég finn það á mér. 1 minute. Já. Ok, Daniel Malen. Horn. Þetta eru þvílíkar neglur maður. svílíka neglur, sko. Jæja. Hörru. Þetta það er bara rífið til sundur. Það er ekkert. Við vitum allan að við erum ekki að fara að eyðileggja átóið. Það er eitthvað nú. Hærðu. Heyrðu, hann er átó. Anton Stak. What? Ok. Ég átti ekki vonað þessu. Rookie auto. Já, og hann er með þess að koni í ennsku úrvalsdeildina. Já, hvað, 2 átó í sama hobbyboxinu þegar það er bara guaranteed 1 átó? Ég hef aldrei lent í þessu þar. Nei, og það var vissulega smá hérna plássleysi í símanum, en hins vegar erum við búin að henda það í filmu, en þetta er ekki algengt og það er 1 pakki eftir, en ég reikna svo sem ekki að hann sé merkilegur Nei. eftir 2, Og bæði númeruð. bæði númeruð. En Þannig að- ég held að að því að hitt átóið var svona frekar óeftirsóknarvert að þeir hafa ákveðið bara að hendum öðru í þetta. Já, lyftum kassanum að þessu. Já, þetta kom skemmtilega óvart. Já. Og þetta var til þess að þú vinnur þessa keppni. Já, Það er bara þannig. sjáum hvað seinasti pakkin gefur. Já, hann gefur sennilega bara ekki neitt. Nei. En, já, eins og ég segi, þú hittir á átó óvænt. Já, sko, þetta var auka auto. Já. Það er bara 1 í kassa og veröldin ákvað að gefa mér heppni að fá í rauninni betri auto, rookie. Og þetta sannaði mál mitt að sá sem að byrjar tapar þótt hann dragi átó.
Já. Það er 99. Já. Ok. Við erum bara sáttið þetta. Mjög sáttir.